Já, takk aðeinslega fyrir skilaboðin og allt það. Svona staðan á okkur er basically sama og Ronja er að gera. Við erum uppgefin. Þannig að ég veit ekkert hvort þetta verði eitthvað skemmtilegt blogg. En ég ætla allavega að sýna ykkur hvað við erum að gera. Wow. Nei. Wow. Þetta. Já. Wow, maður. Wow. Hérna, sjáðu. Hvað er þetta? Oh my god, Baltasar. Meira korpasveið. Korpasveit. Hei. Hei Lófu. Amma loka. Nema læging. Það komast alveg heila óvalega ekki, sko. Meira. Herðu, það er búið að vera ágætlega mikið að gera. Anita er búin að vera að setja í þvottavél og svona undirbúa dótið sem við ætlum að fara með til útlanda út af því að við erum ekki að fara á morgun heldur hinn. Eftir 2 daga þá erum við að fara erlendis. Ronja er farin í pössun, hoppukastarinn, hann er farinn. Ég er búin að skila honum, bara gassi, takk aðeinslega fyrir hjálpina. Ég er að grilla og já, ég held að þetta verði bara rosalega stuttur dagur í dag. Ég held það bara. En já, það sem er núna komið í grillið, bara svona, þannig að þið vitið að þá er það kartöflurnar hérna og svo eru þessar steikur hérna að fara ofan í og það er búin að vera í marineringu hérna í allan dag og Sko, ég veit reyndar ekki hvort að kartöflurnar verði tilbúnar, þú veist, já, út af því ég setti þær ekki klukkan og svo margt og stuttur tími, maður vill þetta helst hafa hérna, konan er að snappa á meðan ég er að grilla, skilur við, en maður vill auðvitað að kartöflurnar fá að vera svona í sirka klukkutíma, skilur við, svona í grillinu og fá að vera mjúkt og eitthvað, en það fekk svona korter, 20 mínútur. En þetta dag verður búin að vera sultu slagur. Anita fór og keypti svona reglíf. Þetta er vagnin sem við ætlum að taka með okkur út, svona tvíburgerra eða svona fyrir 2 börn og Anita reiknar með því að verður örugglega rigning hérna þar sem við erum að fara en ég vill fá sólina og hitan en hún keypti svona reglíf en já og svo keypti hún svona hundaól á Baltasar og hérna við ætlum að snúum kjötinu snúum þessu nom. Svo rosalega gott að vera með afganginn af marineringunni og skvetta smá á þetta. Það er alltaf svo hrikalega gott og svona smá eldspor. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekkert hvað ég er að gera, en hvað? Já, hún keypti svona hundaól á Baltasar. Nú veit ég ekkert hvað hann er að segja. En já, við keyptum hundaól á Baltasar sem er basically svona, fer utan kassan og svo er svona band. Þetta er svona hundaól slash að vera svona hestbagg. Og Anita setti þetta á Baltasar á hann og hann var brjálaður. Hún fannst þetta ekkert fyndið. Hann grét bara og hann var fljótur að taka þetta á sér. Og svo keypti hún svona utan hendina. Þannig að ef við skildum vera það óheppin að tínunum og þá var allavega nafn og eitthvað svona.
Það er auðvitað ekki planið að tína honum. En hérna, þetta lítur ágætlega út. Herra, þetta verður bara rólegt og ómerkilegt blogg, en ég ætla bara að enda þetta í dag. Við erum að fara að setja Baltasar í lúllið. Kom að lúlla. Herra, ég ætla að enda þetta í dag. Bara takk æðislega fyrir að horfa. Þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig, bye bye.